Það sem við ætlum að skoða í þessu myndbandi er fyrirbæri sem ekki endilega allir kannast við, sem heitir uppgjörsáætlanir. Uppgjörsáætlun er punktstaða á bókhaldinu í áætlunarformi. Það er þá hægt að nota ýmsar skýrslur til þess að birta þetta, eins til að bera saman við aðrar áætlanir eða aðrar punktstöður. Byrjum á að fara hérna inn í áætlun og köfum hún í heiti áætlana til að stofna nýja áætlun sem við ætlum að kalla 2022 upp, sem er þá uppgjörsáætlun 2022. Við ætlum að hafa hana fyrir fyrstu 8 mánuði ársins og síðan hökum við hérna í uppgjörsáætlun. Þegar þetta er búið, þá er hnappurinn hér, uppfæra uppgjörsáætlun. Þetta er keyrsla sem tekur svolítinn tíma, eða áallan að gera það. En vegna þess að ég er bara með einföld testgögn, þá er hún talsvert fljótari að keyra. Núna erum við þá komin bara með hérna í áætlunarformi ákveðna punktstöðu inn í kerfinu sem er hægt að nota til að bera saman við annað, og eins ef við viljum uppfæra þetta, þá getum við til dæmis bara breytt hérna tímabilinu og smellt aftur. Hún spyr hvort við viljum henda út gamlu og setja nýtt og við segjum já. Og þá keyrir hún aftur fyrir þetta saman fyrir nýja tímabilið, eyðir út gömlu færslunum og stofna nýjar. Og flóknara er það nú ekki, þannig takk fyrir í dag.